sem áður var upphaf alls í heiminn gefið fyrir þig. Ljós sem lýsir upp myrkan dag, lífsins vonar geisli gæfu ber. Hann bauð þeim bakið sitt, háðungum og rákum tók hann við. Hann segir barnið mitt, blóðið rennur ennþá fyrir þig. Sjá, ég legg undirstöðustein á Síón, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir eigi óðlátur. Jesaja 28. kapli og 16. vers. Engin kynslóð hefur getað gengið fram hjá Jesú án þess að farast í andlegri merkingu. Sú kynslóð sem mætti honum og hlustaði á hann fann lífið.
the stillness I know that you are God. In the secret of your presence I know there I am restored. Refuse.
Amen. Við byrjum með yfirlýsingu hér í dag. Tilboðum að koma til þess að lofa Guð og svo þessi fyrirheiti sem við stöndum á. Að allt sem við erum, allt sem við eigum, það eigum við í þessu fyrirheiti og lofaru Drottins sem að rættist þegar hann tók á sig öll mín brot og syndir. Amen. Og ég veit að við þurfum reglulega á því að halda að fjöllin færist úr stað í lífi okkar. Það sem við erum að takast á við alls konar hluti. Stundum þurfum við á því að halda að skýin færist úr stað. Ég finnst þau að verið dálítið, það hefur verið mikið af þeim undanfærið. Og ský sem ferðast hratt. Við ætlum að syngja sálm í tilefni þess. Sálm vonina og löngunna í hjarta okkar allana. En mér langar til þess að við bjóðum hvert annað velkomið. Með blessunarorðu. Drottinn blessi þig. Og velkominu sangum í Fíladelfíu í dag. Yndislegt að fá að vera með í upphafi þessa sunnudags til þess að lofa og vegsama Guð. Losum það sem við höfum komið hingað inn, lyftum því upp til Drottins og syngjum það sem við þurfum svo mikið á að halda í dag. Við ætlum að syngja sólina. Óskar valdi hennan sálm fyrir ekki, ég held bara fyrir 2 vikum síðan, en síðan hafa komið nokkrir stormar, svo við ætlum bara að reyna að syngja sólina inn í líf okkar. Það sól í sálum minn í dag. Amen. Sól í sálum minn í dag og sumar morgun rós og ég jafnan í minn sang því Jesús mitt ljós. Eilíft sólskin meðan áfram rennur tímans sjó til mín Jesú. Við erum 5 sinnum búin að syngja 10 sinnum eilíft sólskin. Það segir bara til hversu læðirnar eru orðnar margar og stundum líður manni þennan og læðirnar eru ekki endilega í spám veðurstofunar, heldur bara í hlutum sem að koma í veg okkar og stundum verðast að koma bara í röðum og þá yndislegt að mega ganga inn í þetta fyrirheiti þetta fyrirheiti að Guð hefur lofað að vera með okkur alla daga. Trúum við því?
Amen. Ég mér setjast niður upp á það og Helgi ætlar að lesa fyrir okkur Guðsorð og leiði bæn og segja okkur aðeins af því sem framöndan Amen. Þetta lesa fyrir ykkur úr Postulasögunni, 4. kafla. Þetta kom svolítið til mín á bænastundina áðan þetta vers. Þessi saga, það nýbúið að handtaka postulana fyrir að predika og það var allt og margir að taka trú, þannig að mönnum veist ekkert af það. Og þeir eru komnir fram fyrir æðstaráðið og það segir í 7. versi: Þeir létu leiða postulana fram og spurðu þá, með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylltur heilugum anda: Höfðingja þjóðar okkar og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé orðinn heill. Þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jesú Krists frá Nasaret, þess þið krossfestuð en Guð uppvakti frá dauðum, í hans nafni stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum ykkar. Jesús steinninn sem þér húsasmiðir virtuð einskis, hann orðinn að hyrningarsteini. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Það yndislegt. Og þetta vers segir okkur ekki bara það að ekkert annað nafn sé okkur gefið sem getur frelsað okkur. Það segir okkur að Jesú nafn getur frelsað okkur. Jesú nafn hefur gríðarlegan kraft. Jesú nafn hefur gríðarlegt líf og lausn og lækningu og kraft. Og þess vegna biðjum við í Jesú nafni, við lofum Guð í Jesú nafni og við lifum í Jesú nafni. Mér finnst svo gott að þetta bara kom svo sterkt til mín á bænastundinni og þetta alveg, mér finnst þetta vera eitthvað sem Guð vill minna okkur á. Jesú nafn. Að Jesús upphaf og endir allt sem við trúum á og stöndum fyrir og allt sem við gerum. Og það sem við gerum fyrir Guð gerum við ekki eigin mætti eða eigin nafni, við gerum það í Jesú nafni. Og í Jesú nafni kraftur. Jesú nafn getur frelsað okkur. Ekkert annað nafn mönnum gefið. Og við ætlum að biðja saman og það eru nokkur bænarefni sem við fengið inn og sumir eru kannski alvarlegur en önnur og mér langar að nefna 3, taka út úr að nefna. Það var kona, ung kona sem ófrísk og greindist með krabbamein. Og það rosalega erfitt af því að það mjög erfitt að gefa henni nokkur lyf út af fóstrinu. Þannig að það alvarlegt og mikið bænarefni að Guð grípi þar inn í. Og sömuleiðis að þá ungt par, bara jafnaldrar mínir og ég þekki svolítið til mannsins, að það svipuð saga, konunni var búin að vera illt í maganum, oft farið til læknis og aldrei neitt fundist og svo kemur í ljós að hún komin með ristilkrabbamein og mér skilst að það er mjög alvarleg staða. Hann biður líka fyrir þeim kringumstæðum og svo var ég beðinn að biðja fyrir manni sem tengist þessum söfnuði og hann fékk hjartastopp fyrir ekki löngu síðan og bara fyrir kraftaverk að þá hafði hann af og komst í gegn en það þarf bæn til að bara hann fái áframhaldandi bata. Og ég veit að það eru mörg bænarefni hérna víðsvegar herbyggið og við getum gefið þetta í kynna með því að rétta upp hönd. Guð sér, Guð þekkir og Guð veit og ef það eru þakkarefni þá líka uppörvandi að fá að sjá þau og sjá þau eru mörg því að Guð heyrir bænir og það svo yndislegt. Þess vegna höldum við áfram að biðja og við biðjum í Jesú nafni. Því það krafturinn og það lífið. Við skulum saminast og þið megið sitja að standa og þið megið biðja hátt eða látt eða hvernig sem en við ætlum að knýja á himininn í dag og Guð heyri bænir. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fáum að koma fram fyrir þig í dag í Jesú nafni og ég lofa fyrir að ekkert annað nafn oss gefið víða veröldir getur frelsað oss en Jesú nafn. Og ég þakka þér fyrir frelsi, ég þakka þér fyrir líf, ég þakka þér fyrir kraft, ég þakka þér fyrir náð, ég þakka þér fyrir miskunn í Jesú nafni. Og nú komum við Drottinn og við biðjum í nafni Jesú og við lyftum upp þessum bænarefnum til þín, Drottinn minn. Ég lyfti upp öllum bænarefnunum sem eru bak við uppréttar hendur, Drottinn minn. Ég biði fyrir þeim sem voru að leggja fram ættingja sína og vini. Ég biði fyrir þeim sem voru að leggja fram börnin sín, Drottinn minn, eða maka sína, Drottinn. Ég biði fyrir þeim sem lögðu fram sjálfa sig, Drottinn minn. Himneski Faðir, ég þakka fyrir þú ert svo stór og þú ert svo mikill að við þurfum ekki einu sinni að nefna bænarefnin, þú sérð þau. Og ég biði fyrir náðarkraftin þinn, viltu koma og grípa inn í. Ég biði að þú læknir, ég biði að þú leysir, ég biði að þú huggir, ég biði að þú græðir og ég biði að þú grípir inn í, Drottinn minn, og þú sýnir þig almáttugan.
Þú sýnir máttinn, Drottinn, þú sýnir kraftinn, þú gerir þig dýrlegan á meðal okkar. Og ég þakka fyrir bænarefnin sem koma frá þessari stundu, Drottinn. Ég þakka fyrir bænarefnin sem koma fyrir þessar bænir sem við byggjum saman hér í dag. Og ég þakka fyrir þitt orð sem segir að þegar við erum einhuga og við byggjum í Jesú nafni, að þá er gríðalegur kraftur sem leysist úr læðingi, Drottinn minn. Og þannig vil ég lyfta upp þessum 3 bænarefnum sem ég nefndi sérstaklega. Drottinn minn, við byggjum þig fyrir þessari ungu konu sem að gengur með barn, Drottinn, og er svona alvarlega veik. Faðir, í Jesú nafni, þá byggjum að þú grípir þarna inn í. Drottinn minn, við getum svo lítið gert og við erum svo vanmáttu Guð. Og Drottinn, við byggjum bara í Jesú nafni, þú sem að getur allt. Viltu grípa þarna inn í, Drottinn? Viltu þyrma móður og barni, Drottinn minn? Jesús, viltu gefa von það sem ekki von? Viltu gefa huggun það sem sorg og það sem vonleysi, Drottinn? Og við byggjum, Faðir, í Jesú nafni, að það verði algjöru viðsnúningur þessum kringumstæðum, Drottinn minn. Við vitum ekki einu sinni hvernig það getur gerst, en Drottinn, við vitum að þú getur allt. Og þess vegna komum við til þín í barnslegu trausti, Drottinn, og segir, Drottinn, verði viljið þinn. Og þannig lyfti ég upp þessum ungu hjónum sömuleiðis, Drottinn minn. Faðir, ég þakka fyrir þú ert nálægur þeim sem hafa sundurmaren anda og sundurkrami hjarta. Ég þakka fyrir að, Drottinn minn, að brákaðan reyrinn brýtur það ekki og rjúkandi hörkveikinn slekkur ekki. Ég bið að þú komir inn í sorg þeirra, ótta þeirra, kvíða þeirra, Drottinn. Og þú gefur huggun, þú gefur von, þú gefur þinn frið. Og við biðjum það, Drottinn, í Jesú nafni. Viltu lækna? Við biðjum í Jesú nafni að þetta séu ekki sorgarfréttir sem leiði til annarra sorgarfrétta. Við biðjum að þú kveikir ljós, við biðjum að þú gefir líf og við biðjum, Drottinn, í Jesú nafni að við heyrum dásamlegt bænasvar hvernig eitthvað sem engin maður skilur átti sér stað. Og við vitum að þú megnar að gera langt umfram það sem við þorum að vona. Ég þakka þér fyrir það, Guð, að þú ert stærri en trú okkar, þú ert stærri en væntingar okkar og þess vegna bara leggjum við þetta fram fyrir þig. Guð, vilt þú gera eitthvað? Guð, vilt þú grípa inn í? Viltu gera það sem bara þú getur gert? Og svo lyfti upp þessum bróður okkar, Drottinn minn, sem að fékk þetta alvarlega áfall, Drottinn, og er á batavegi. Ég lofaði fyrir að, Drottinn minn, að hann lifði þetta af. Ég lofaði fyrir að, Drottinn, að hann er enn á meðal okkar. Og nú biðjum við, Drottinn, í Jesú nafni, bara gefðu honum fullan bata. Drottinn minn, gefðu honum heilbrigði, gefðu honum heilsu og gefðu honum náð til þess að standa á fætur og gefðu honum mörg góð ár til viðbótar. Blessaðu hann og blessaðu fjölskyldans, blessaðu afkomendur hans, Drottinn minn. Og svo biðjum við, Drottinn minn, bara fyrir landin okkar, þakka fyrir landin sem við búum í, þakka fyrir auðlindirna sem þú gefið okkur og þakka fyrir, Drottinn minn, alla kostina sem þetta land hefur. Og Drottinn minn, hjálpa okkur, Jesús minn, að halda því upp í bæn. Ég biði fyrir þeim sem fara með völdin, ég biði fyrir þeim sem fara með ráðin. Gefðu þeim visku, gefðu þeim náð. Drottinn minn, ég biði að gefa þér einingu yfir öllum góðum ákvörðunum, Drottinn minn, allt sem er landinu til blessunar. Ég biði, Drottinn minn, fyrir þeim sem fara fyrir bæjarfélögunum, Drottinn, og gefa þér visku og náð. Og Drottinn minn, svo biði fyrir kirkjum Íslands. Drottinn minn, viltu kveikja eld hins heilaga anda á meðal okkar á ný. Drottinn minn, viltu úthella krafti þínum yfir kirkju þína. Jesús, viltu hjálpa okkur að vera kirkjan sem þú kemur til að sækja, sem er hrein og flekklaus og lítalaus, full af kærleika þínum og krafti þínum og elsku þinni. Og ég biði í Jesú nafni að kirkja Jesú Krist fái mikinn framgang á Íslandi. Ég biði að fáum að sjá þúsundir frelsast. Við fáum að sjá heimili breytast og við fáum að sjá þjóðfélagið okkar breytast til hins betra þegar fagnaðarerindið fær fram að ganga. Og við biðjum þessara bæna í Jesú nafni. Við biðjum þessara bæna í nafninu sem er sérk fyrir nafni aðra. Við biðjum í nafni Jesú Krist. Og ég þakka fyrir að nafn Jesú opnar dyr. Ég þakka fyrir að nafn Jesú opnar himinin. Og ég þakka fyrir að nafn Jesú ryður hindrunum úr vegi. Og við felum bænir okkar í Jesú nafn. Verði svo í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Eru fleiri en ég sem vilja breyta þessu bara í bænastund? Amen. Það er svo yndislegt að biðja og finna nærveru Guðs. Það er yndislegt. Og Guð er að starfa á Íslandi, hann er að starfa meðal okkar. Það voru yndislegir aðalfundir Hvítasunnukirkjunnar núna á Selfossi og ég var svona að grínast með það að Hvítasunnukirkjan heldur aðalfund og þá kemur bara aðdirrendi sterkviðris, flóðgáttir himinsins opnast
Nóaflóðið kemur í Mósesbæinn. Þið sem búið í Mósesbæ, iðrist. Nei. Ég er ekki að horfa á vörð. Það var blíða í Garðabænum, getið sagt ykkur. Yndislegt. Og við vonum bara það eigi við í hinu andlega. Það sé bara aðdyrjandi sterkur is og flóðgáttir himinsins. Þar með að koma lægðir og við fögnum því bara. Með komið mikill vindur. En Vörður ætlar að koma að segja ykkur aðeins frá því sem er að gerast í Samhjálp, örstutt. Örstutt, 5 mínútur. Amen. Gott að sjá ykkur, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Amen. Þið sem eru heima í Jesú nafni, heilsa ykkur og gott að vita af ykkur öllum horfandi og hlustandi á samkomuna. Amen. Helgi var að tala um bænastund. Við höldum áfram bænastundinni. Þannig nú ætla ég að biðja ykkur. Amen. Í næstu viku þá verður dregið happdrætti Samhjálpar. Þannig núna er síðasti séns að kaupa miða í happdrætti Samhjálpar. Það sem við erum að gera, við erum að safna fyrir 9 hlaðgerðarkoti, nýjum byggingum í hlaðgerðarkoti. Það er okkar markmið núna að endurreisa byggingarna þar. Þannig fjáröflunin er mikil og happdrætti verður til sölu hérna niður og eftir og Natalie allar standa niður í kaffisal og selja þar happdrættismiða. Þannig allur ágóði fer í starfið. Við erum líka með eitthvað sem heitir Vinir Samhjálpar. Ég sjá náttúrulega flottir vinningar á hérna happdrættinu. Já, það eru komin Vinir Samhjálpar. Að vera vinur Samhjálpar. Hvað þýðir það? Það er að greiða, þú getur verið það með bænu þínum, en fjárhagslega greiða 7.500 krónur, má gera vísa, raðgreiðslur ef þú vilt það, 7.500 kall og þú fær blöðin 3 sem við gefum út, páskablaðið, sumablaðið, jólablaðið, með frábærum frelsisboðskap. Vitnisburðum það sem Jesús gerir. Alveg frábæri vitnisburðir. Þannig þið fáið þau og síðan fáið þið þarna Atlansoljuleikil, 7 krónu afslátt á aldrei stöð, Samhjálp fær 1 krónu af því. Sem sagt ekki ykkar afslætti heldur frá Atlansolju. Og síðan ýmislegt þarna aljaspil og ýmislegt. Natalie, hún ætlar að vera niðri hér og eftir kaffisalnum og afhenda þetta allt saman. Var ég ekki stutt orður? Mjög stutt. Bara Guð heyri bænir. Yndislegt. Þetta er örugglega eina happdrætti sem ég hef alltaf keypt en gleymi alltaf að gá hvort ég vinni eitthvað. En það er mér eiginlega sama. Þetta er bara svo gott málefni. Amen. Og það eru líka spennandi hluti framöndan í kirkjunni núna á laugardaginn klukkan 8, sálmakvöld í kirkjunni. Og það er yndislegt að syngja hörpustrengina og bara frábær samvera og örugglega margar góða sögur hann í sálmakvöldunum. Síðan komandi helgi er Cozy Mode. Þetta er hérna Philo Plus, fullorðnarstarfið. Verðum á Selfossi og það verður mjög cozy. Ef það verður vont veður þá verðum við bara inni. Drekkum te, syngjum lofgerðarlög. Og það er skráning á bara philadelphia.is. Já, síðustu helgin mánuðum. Já, því að komandi helgi er líka mjög cozy en það verður aðeins sveittari stemming. Amish helgi í kotinu. Það er eins og þegar Amish fólkið reisir hlöðu, koma allir allstaðar að og þeir gera þetta einum degi. Að núna er verið að gera svona loka átak upp í koti og það á bara að vera Amish stemning. Það koma allir og það mottum að akkur ekki hafa Amish-skegg eina helgi, krakkar. Hver veit nema ég veit að ég sjá hann til, kona mín yfir. Stundum segir maður guðlofar, stundum, Og hérna, það er komandi helgi, allir velkomnir, allir geta lagt lið, bara koma og vera með og klárum þetta. Þetta er ótrúlega flott það sem að gera. Þetta er bara, ég hlakka til næstu fyrir kotið að gista. Þetta er mjög glæsilegt. Svo að sjálfsögðu bara starfi svo venjulega, Celebrate Recovery, alltaf á þriðjudögum klukkan 8. Frábær leið til að koma og bara fá að þjóna inn í líf sitt, fá að takast á þess að við erum að takast á við og komast áfram. Þetta er frábært mark sem að hjálpa okkur að bara komast áfram. Oft er eitthvað sem við jafnvel vitum ekki af, komum auga á það, tökum á því í Jesú nafni og höldum áfram. Annars bara bænastund á miðvikudaginn klukkan 8, samhjálparsang á fimmtudaginn, dagskrárblað frammi með öllum upplýsingum. Amen. Amen. Og með við tökum fórnina og ég ætla að biðja þá sem að taka fórnina að gera sig tilbúin og minna þar pósinn aftast og ætla að syngja kór sem hefur verið sungið lengi. Við höfum fyrst sungið hann á ensku en nú er komin frábær íslensku texti. Hann heitir Ætíð syngi ég elsku þína og þetta er kór sem að við
Erum að kenna fyrir ykkur sem að kunnið ekki, fyrir ykkur sem að kunnið hann á ensku, einfalt að svissi vera á íslensku. Yndislegu lofgjörðar kór. Sem á streymir stöðugt fram, þín streymir ást og Guð til mín. Ég þrá að opna hjarta mitt, svo andið þinn er gefið líf. Ég fagna yfir frels og von, vil flytja þér mitt hjartans lof. Því ég vil ætíð syngja hver þú mig elskar. Ætíð syngja elsku þína. Ætíð syngja elsku þína. Ætíð syngja elsku þína. Ætíð syngja elsku þína. Sem á streymir stöðugt fram, þín streymir ást og Guð til mín. Ég þrá að opna hjarta þinn, svo andið þinn er gefið líf. Ég fagna yfir frels og von, vil flytja þér mitt hjartans lof. Því ég vil ætíð syngja hver þú mig elskar. Ætíð syngja elsku þína. 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 Og ég gæti dansað og dýrkað einan þig. Þú leyfðir mér að lofa þig, því að ljósið þitt fyllir lífið mitt. Ætíð syngja elsku þína. 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 Og ég gæti dansað og dýrkað einan þig. Þú leyfðir mér að lofa þig, því að ljósið þitt fyllir lífið mitt. Ætíð syngja elsku þína. 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 Vitið þið hvað dagur er í dag? Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Og það ætti svo sem ekkert að koma óvart sem svar við þessari spurningu þegar hún kemur frá mér. En mér langar bara til þess að við munum það, að þetta er dagurinn sem að Drottinn hefur lagt inn í
allt það sem að við höfum þörf fyrir. Og að vera hér á þessari stundu í dag er hluti af því að mæta því sem að Drottinn vill gera fyrir líf okkar. Við viljum að standa á fætur. Ég ætla að kalla 2 hópa hérna, minnst að byrja 2 hópa að ganga af stað. Annars eru börnin sem ætla að fara inn í barnakirkju og hins vegar er það alfa-hópurinn sem ætla að koma hérna upp. Það var alfa-helgi síðustu helgi og nú var hann haldinn á Selfossi og nú stekkar kórinn um 150% held ég. Svo að börnin fara niður, alfa-hópurinn kemur upp og við syngjum daginn í dag gerði Drottinn Guð. Núna kórana af kórablaði Alfa og einn af kóranum áður en að við fáum vitnisburð hér í dag heitir Ég er svo frjáls og lofsig Guði og nú syngjum við hann af sannfæringu af öllu hjarta. Við höfum ekki haft marga organista eða söngstjóra hér í þessari kirkju. Við vorum að kveðja Árna Arinbjarnason núna í síðustu viku. Hann stóð hér vaktina í 36 ár. Óskar Einarsson er að, ég held að hann sé að ljúka 23. eða 24. árinu. Hann er hættur að telja minnst að kosti. En það er hérna ung kona sem heitir Helga Bergmann og hún tengist þessari sögu á þann átt að amma hennar sem heit Guðrún Bergmann, Guðmundur Bergmann, ætti hann að kunna það, hún var fyrsti organistinn í Fíldelfíusöfnunum í Reykjavík.
sá fyrsti. Og nú Helga komin og hún ætlar að gefa sinn vitnisburð. Já, komið sæl. Amma mín var hérna, já. Og það var ekkert auðvelt fyrir hana. Því að hún var ein í sinni trú, þó hún hafi haft Guð með sér. Því að enginn af hennar fjölskyldumeðlimum var með henni í þessu. Ekki börnin hennar, barnabörn eða afi. Og ég las viðtal við hana núna í síðustu viku bók sem hafi verið skrifað hennar trúarreynslu. Þar sem að þetta var ofsalega erfið lífsreynsla fyrir hana að standa svona ein í þessu. Og hún var búin að fara á milli kirkna áður en hún kom hérna í Fíladelfíu. Og vinir hennar sem hefðu verið með henni í öðrum kirkjum að þeir sneru baki við henni. Og svo er bara, hvað þykist þú eitthvað að vera merkilegur en við að vera í þessari kirkju? En hún hélt samt átröð áfram og gaf sig ekkert og þrátt fyrir að enginn stæði með henni og afi sagði nú við hana einmitt í þessari bók sem hún segir, þú væri nú indalasta kona munda mínu og væri ekki í þessari vitleysu. Og en hún var aldrei að tróða trú sinni upp á okkur hinn. En já, þetta var svolítið skrítið þegar maður hugsaði tilbaka þetta. Því að hún lagði allt sitt í Fíladelfíu. Matapenningarnir sem afi lét hana hafa til að kaupa mat fyrir börnin, þau voru 4 systkinin. Hún reyndi að spara eins og hann gat og var svona, já, svolítið séð í þessu og setti allt þar sem afgangs var til Fíladelfíu. Hún klæddi þessu upp í upplutin sinn með skottúna og fléttuna og fór til kirkju. Það var skutti 44 eins og sagði og því það var engin önnur leið. En eins og ég sagði, þá var hún alltaf litin svolítið hótni á í fjölskyldunni. Já, var í þess að kirkjum var ein alltaf og þó hún hafi verið mjög Guði. Og í minni minningu þá var þetta svolítið skrítið samfélag hérna. Og það var ekki séns að ég ætla að fara inn í þessa kirkju. Þú veist, amma var heilað þein hérna. En svo eru vegið Drottins órannsakanlegir og á síðustu árum hefur hann smátt saman leitt við inn í þessa kirkju. Svona röð tilviljana kannski. Og sem, já, fór í lítinn kór og í Árbæ og svo segja auglýst það námskeið í Lindakirkju. Hver er nú kosturinn þar? Enginn annan en Óskar. Er það eitthvað tilviljun? Ég kom inn í það. Já, ég kynnist það reyndislegum konum, vinkonum mín sem eru hérna í söfnuðinum og þær fara að tala hvað hann sé æðislegt í þessari kirkju í Fíladelfíu. Já, hún er ekkert sérstaklega spennt að koma annað, sko. En jú, það er svo gaman og það er svo yndislegt og svo að ég ákveða að koma á samkomu og ég segi ekki þetta því að þar kynnist ég því náttúrulega hvað það er sem amma var að sækja í þessa kirkju. Það er náttúrulega þetta yndislega samfélag sem er hérna og kærleikur. Og ég er svo komin á námskeið. Og henni veit að ég komin á námskeið bara í alfanámskeið. Og viti menn, þar er komin bróðurdóttir mín. Þannig að nú er komin 2 ættliðir allt í hennu í Fíladelfíu. Tilviljun. Aftur, nei, held ekki. Já. Svo kom að ég að fara að kynna okkur hana á fyrsta kvöldinu og ég fer auðvitað að tala ömmu og að ég sé skild henni og hún hafi verið hérna organist og eitthvað svona. Og hvað þetta hafi nú verið erfitt fyrir hana. Svo morgun eftir að þá er samkoma. Mér langar líka að þakka kærlega fyrir. Þetta voru auðvitað frábær helgi. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í að fara þarna austur á alfanámski. Æðislegt, svo gaman, svo frábært. Já, ok, æðislega, já, einmitt. En það var frábært. Mikill söngur, æðislegur fyrirlesarar, frábær matur, svo kostaði þetta ekki neitt. Já. Ég sitt þarna og það er fyrirlestur og svo er náttúrulega söngur og allt í einu fara bara að streyma tárin. Ég fara að hugsa ömmu sem var fædd uppalinn á Eyrarbakka sem náttúrulega hann bara við Lén og Selfossi. Og allt í einu þá bara fara að streyma niður tárin. Og ég bara, hvað er að gerast hérna? Þú að grenja? Þú veist, halló,
ég bara reyna að setja hárið svona fyrir og Guð svo lofi með sítt hár, enginn að sjá að ég er að grenja hérna og ég fer hérna bara, þú veist, hættu þessu Helga, hvað er að þér eiginlega? Þú ert að grenja hérna, það er ekkert að þér, þú veist. Og ég fer að reyna að stoppa á táraflóðu, fer að hugsa til kórsystur minna sem að, hérna, já, þegar maður er að syngja þá er það stundum erfitt þegar maður er að syngja í messum og hérna, eða ýmsar athafnir og hún er búin að gefa okkur ýmislega ráð til að stoppa grenja meðal þess að hugsa setja litla hvolpa glætana að stoppa eitthvað táraflæmi telja ljósin, það eru 32 ljós í Lindakirkju ég fer að telja 18 ljós ekki stoppa tárin og allt í einu fer mér að sjóð hitna ég er ekki komin að breytingaskeið og ég veist bara hvað er að gerast eiginlega og allt í einu, ég veit ekki sko, hvað var þetta, heilagur andi ömmu, ég veit það ekki allt í einu lýst yfir huga mér þakklæti, þetta eru þakkar tár, gleði tár ömmu yfir því að nú eru 2 kynslóðir komnar í kirkjuna hennar og fyrir mér er þetta svona ekki gefast upp aldrei gefast upp í trúnni þetta hefst allt saman þó þessi ein þá kemur þetta þó að taki 2-3 ætliði takk fyrir mig Þessi gefa vitnisburð þeir fá fyrirbæn og nú skulum við biðja Drottin ég þakka þér fyrir hana Helgu fyrir það sem að þú ert að gera í hennar lífi í dag og ég bið þig að leiða hana og blessa Drottin ég þakka þér líka fyrir trúfestu ömmunar Drottin og bænirnar Drottin sem að hafa ekki þagnað Drottin bænirnar sem að hafa enn áhrif og ég bið Drottin blessunar yfir fjölskyldun hennar alla og ég þakka þér Drottin fyrir þína trúfesti Drottin þú trúfastur í fjölskyldum okkar Drottin þegar við biðjum þá vitum við að bænirnar okkar þær koma ekki tómar tilbaka Drottin minn og við bara viljum blessa þitt nafn og blessum hana Helgu og alla sem að henni standa í Jesú nafni Amen og við ætlum að syngja saman tökum Drottin er minn hirðir mig mun ekkert bresta Leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðist
Og svo það alfa kórin sem við syngjum alltaf. Ég vil bara lofa þig. Og tökum öll undir og syngjum með þessum yndislega lofgjörðarkóri. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Ég vil bara lofa þig, minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig, minn Guð. Takk fyrir Alfa. Þú blessi ykkur og takk fyrir yndislega helgi. Mér langaði að segja ykkur aðeins, það var svolítið skemmtilegt á leiðinni hingað í bílnum. Þá var ég svolítið stressuð að fara að tala hérna. Og ég sitt í bílnum og hugsa bara, Guð hjálpaði mér, það er ekkert auðvelt að standa þetta på sviði. Kveikja á útvarpinu, það var nú K100, var ekki Lindin. Og þá hljóma lagið, don't you worry child, heaven's got a plan for you. Og vitið þið hvað næsta lag var? Take me to church. Ég þarfnast
Halleluja. Þetta góð yfirlýsing að syngja út af við þörfnum drottins. Gaman að sjá ykkur alfa-hópur aftur. Það var gaman að hafa ykkur á Selfossi síðustu helgi. Og tróðfylltu kirkjuna. Það eru 80 sæti venjulega í kirkjuna á Selfossi og það var 88 manns á samkomu síðasta sundag. Vegna þess að alfa-hópurinn var í heimsókn. Það var mjög skemmtilegt. Takk fyrir vitnisbörðin, Helga. Það verður gleðilegir endurfundir á himnum þegar þar kemur. En ég trúi því að það er heilagur andi sem starfa fyrir hönd himinsins hér á jörðinni og það var hann sem snerti við þér á þessari helgi. Amen. Eins og Helgi sagði áðan frá að þá vorum við með aðalfundi núna helgina og ég í því hlutverki að svolítið stýra þeim og undirbúa þá. Og fyrir ykkur sem ekki vitið þá erum við með kirkjur út allt Ísland, Hvítasunnu kirkjur. Það eru 8 kirkjur og 3 aðrir staðir sem í rauninni eru 11 kirkjur og þeim alveg raðað strategískt í kringum landið. Og það er svo mikil forréttindi að fá að starfa í þessum hópi manna og kvenna sem hafa valið að gefa Guði líf sitt, sem hafa valið að þjóna honum, að fylgja honum og leggja sitt fram á akrinum. Og sums staðar það erfitt. Það ekki alls staðar sem að mæta 250 manns á sunnudagsmorgni. Sums staðar mæta 2 til 5 á sunnudagsmorgni. Og það oft barátta og það oft erfitt og oft er mikil byrði á höndum fárra. Og mér langar til þess að við séum fólk sem að biðjum fyrir hinum kirkjunum. Að við hugsum okkur, ekki bara okkur einangruð hér á þessum stað sem að höfum allt til alls þannig séð, heldur hugsum okkur sem heild, sem eina kirkju landið. Að þeirra hagsmunir eru okkar hagsmunir. Og þegar þau byggjast upp og þá byggjast við upp. Og þegar erfitt hjá þeim þá erfitt hjá okkur. Þannig stöndum við saman, þannig við blessum við hvort annað og byggjum hvort annað upp. Ég gleðst yfir því, og ég ætla bara að segja ykkur það, ef ykkur hér inni ákveður að flytja frá okkur og fara að hjálpa til þar, fara að hjálpa til að Vopnafirði, eða Ísafirði, eða Höfn í Hornafirði. Ekki það að ég vilji losna við fólki mitt hér, en ég gleðst þegar fólk tilbúið til þess að fara og hjálpa til og leggja sitt á vogarskálarnar. Og ég bið þess að Guð kalli ykkur í burtu hér. Vegna þess að við þurfum að byggjast upp sem land. Ég elska ykkur samt, en megum við fylgja þeirri köllun sem Guð hefur á líf okkar, hver sem hún er. Og við þurfum öll að leita eftir köllun Guðs á lífum okkar. Hún getur verið þung, en þegar Guð kemur og blessar þá hún létt. Og það er ekkert betra en að vera í vilja Guðs inn í þeirri köllun sem Guð hefur handa okkur. Það er ekkert betra en það. Og það er það sem við þurfum öll að sækjast eftir og leitast við að vera í köllun Guðs. Þennan mánuðin erum við að tala ég setningarnar sem að Jesús kom með. Þegar Jesús sagði ég og síðan fylgdi eitthvað eftir. Og það búið að taka fyrir brauði lífsins. Góði hirðirinn var tekin fyrir hér á fjölskyldusamkominu og síðan líka á Selfossi á sunnudaginn. Og fyrir ykkur sem ekki viti þá erum við svolítið að taka þetta saman, Selfoss og Fíladelfía. Við erum að taka allar þessar setningar fyrir sameiginlega og þið getur hlusta með því að fara á selfossgospel.is eða downloada appin okkar Selfoss Gospel. Og ég hvet ykkur til þess að hlusta á þetta allt saman. Tökum þetta bara allt inn og þeir sem eru á Selfossi, þeir hlustið hér í Reykjavík. Og þar erum við búin að taka fyrir dyrnar og í dag ætla ég að tala þegar Jesús segir ég vínviðurinn. Ég vínviðurinn. Og ég ætla að lesa í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla frá 1. versi. Og þar segir ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann, svo hann ber meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér og þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls
ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því veggsamast Faðir minn og þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Amen. Það var hægt að predika margar predikanir út frá þessu. En ég ætla að láta duga að tala eina predikun hér í dag. Fyrsta lagi eru 3 persónur í þessu. Það er Faðirinn, hann er vínyrkinn, hann er sá sem að sér ræktunina og byggir upp. Síðan er það Jesús sem er vínviðurinn sjálfur, sem er stofninn. Og síðan er það við sem erum greinarnar. Í gærkvöldi, þegar börnin voru svefnuð, þá var ég að undirbúa þessa predikun. Og þegar ég las vínviðinn, þá var mér hugsað til sumarsins. Og það var svo gott að hugsa til sumarsins. Finnst ykkur það ekki? Síðan kom maður út í morgun og það var næstum því svona vor tilfinning í lofti. Svona næstum því, þið veitir hvað ég meina. Þetta er að koma, við erum við þröskuldin og við trúum því, ekki hafa trú saman fyrir því bara, að vorið fer að koma. Þetta fer að gerast og það að fara á Amishelgi, það er mjög vorlegt. Þannig að förum öll saman í vorgýrin upp í Kot næstu helgi á Amishelgi. Og já, ég var beðinn að segja frá því, þeir sem vilja þeir sem ætla að fara vinsalegast, látið vita. Það er þetta á Facebookinu eða með að hringi í númerin sem er inn á gospel.is. Undanskot, en ég ætla að fara í gegnum bakgrunnin á þessum orðum Jesú. Og það er einhvern veginn þannig að með svo margt af því sem að Jesús sagði, að þá hafði meiningin mun dýpri og meiri þýðingu fyrir þá sem voru í beinni útsendingu, þá sem voru á staðnum, þá sem heyrðu það sem var að segja. Þeir þekktu samtíman og þeir vissu kannski hvað það var sem að Jesús var að vísa í. Og í ritningunni er vínviður mjög víða notaður um Ísrael, þessa þjóð, gyðingana. Að honum er líkt við vínvið. Og til dæmis í Sálmi 80, frá versi 8 stendur: Guð hersveitanna leið oss aftur til þín og lát ásjónu þína lýsa að við megum frelsast. Þú klipptir upp vínvið úr Egyptalandi, stökktir burt þjóðunum, en gróðir settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festir rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setust tréguðs af greinum hans. Og þannig er hann að vísi þegar Ísraels þjóðin fór burt af Egyptalandi og settist að í fyrirheitna landinu. Og þannig er þeim líkt við vínvið sem var ætlað að bera góðan ávöxt í nýju landi. Og í Hósea 10. kafla versi 1 stendur: Ísrael var grósku mikill vínviður sem bara ávöxt. Því meiri sem ávöxtir hans urðu, því fleiri öldur reisti hann. Áætlun Guðs fyrir Ísrael og fyrir þessa þjóð var mikill ávöxtur og vera blessun fyrir þjóðirnar. Og stundum var það raunin í gegnum söguna, en aftur og aftur þá snéru þeir sér frá Guði og svona duttu út úr þeirri áætlun sem hann hafði fyrir þjóðina. Og í Jeremía 2:21 stendur: En ég hafði gróðursett þig sem gæða vínvið, svona fyrsta flokks vínvið, eintómt úrvalssæði. Hvernig gastu breyst fyrir mér í villi vínviðar teinunga? Hvernig gastu gengið út úr þeirri áætlun sem ég hafði fyrir ykkur? Og síðan kemur Jesú. Og hann kemur með þessi mögnuðu orð sem að fékk fólk virkilega til að hugsa, sem á staðnum voru. Hann segir ekki bara: ég er eins og vínviður, eða ég er vínviður. Hann segir: ég er hinn sanni vínviður. Ég er hinn sanni vínviður. Hann er raun að segja það sem að þjóðinni mistókst, því sem Ísrael mistókst að gera við að uppfylla kröfur Guðs. Og 2000 ára saga Gamla testamentisins sýnir okkur að það gekk ýmislegt á. Það sem Ísrael mistókst, það tókst mér. Ég er uppfylling á áætlun Guðs. Þýðir það að Guð sé búinn að hafna Ísrael? Nei. Jesú kom til þess að deyja fyrir þá,
alveg svo hann kom til þess að deyja fyrir okkur. Jesús lausn Guðs fyrir mig og fyrir þig. Jesús kom til þess að vera hinn sanni vínviður, til þess að vera lausn fyrir þjóðirnar. Og til þess að áætlun Guðs virki fyrir okkur, þá þurfum við að tengjast Jesú. Ok, ég vínbóndi. Vissu þið það? Einn af fáum á Selfossi. Ég reyndar bý ekki til vín, en ég rækta vín við og borða vínber. Ég læt það duga. En ég á gróðurhús þar sem ég rækta ýmislegt og áhuginn á garðrækt byrjaði fyrir nokkrum árum og hefur aukist jafnt og þétt. Og markmið mitt með ræktuninni alltaf að fá sem mestan ávöxt. Það það sem ég vil. Það dugar mér ekki bara að vera með tré með grænum laufum. Ég vil fá ávöxt. Ég vil geta borðað ávöxtinn og smakka honum og það að fara út í gróðurhús og sækja grænmeti eða ávexti og borða þá beint. Það allt annað en að kaupa það út í búð. Það bragðast allt öðru yfir sig. Fyrir utan þá tilfinningu að þú ert með þitt eigið, þú ert með þína eigin ræktun sem að þú hefur lagt í. Og þannig það með Guð líka. Hann svona eins og garðyrkjumaður. Hann þráir að sjá ávöxt koma fram í lífum okkar. Hann þráir að líf okkar beri ávöxt og við höfum öll innbyggða möguleika á að bera ávöxt. Guð hefur sett okkur saman á þann hátt að við getum borið ávöxt að lífum okkar. Það hvernig við lifum skilar síðan misjöfnum ávöxti. Fyrir 4 árum eignaðist ég fyrsta vínviðinn sem ég plantaði í gróðurhúsinu okkar og núna á ég 3 vínviðarplöntur. Þannig að þetta engin massaræktun, en það samt sem aður þannig að á síðsumars og haustinn að þá get ég farið út í gróðurhús og klippt vínberjaklasa og fengið mér vínber. Og þannig að það ágætisræktun sem að ég og fjölskyldan borðið með bestu list. En það mjög áhugavert með allar þessar plöntur að þær ekki alveg eins og þær frá náttúrunnar hendi. Vegna þess að allar hafa þær verið græddar á nýja rót eða nýjan stofn. Það að segja að það klippt af og það sett saman á nýja og sterkari rót til þess að það verði meiri ávöxtur. Vegna þess að náttúrulega rótin, hún ekki þannig að hún geti rifið tréð upp þannig að það ná að bera eins mikil ávöxt og við viljum. Og með því að setja nýja rót þá getur tréð tekið hraðar upp næringu, tekur upp steinefnin og allt þetta sem það þarf og getur ýtt plöntunni hraðar upp. Þannig að bara mjög fljótlega fyrir hann að bera ávöxt. Og þannig það með okkur. Þegar við gefum Jesú líf okkar, þá erum við grædd á nýja rót. Þá fáum við nýja forsendur fyrir því að bera ávöxt. Og við erum grædd á stofninn, á vínviðinn, sem Jesús Kristus. Og það gerir okkur kleift að meðtaka hans líf inn í okkar líf. Þannig að við þurfum að bera ávöxt sem á Guði gefin. Og við getum ekki borið þennan ávöxt nema við séum í honum. Án hans getum við ekkert gert, eins og stendur í textanum. Við getum ekki elskað eins og Jesús elskar nema við séum tengd kærleika hans, nema hans sé uppsprettan á kærleikunum. Það saga af manni. Það var maður sem var mjög vel menntaður í guðfræði og síns tíma. Í guðfræði þeirra trúar sem hann hafði sem á upprunn sinni í Miðausturlöndum. Og hann reyndi að gera allt rétt. Hann var mjög reyndi að vera eins ekta og hann gat í sinni trú. Og hann þekkti ritningarnar, hann var mjög trúfastur og hlýddi því sem hann taldi að hann átti að hlýða. Og hann trúði því að hann væri að gera vilja Guðs með því að ofsækja kristið fólk. Og hann ofsótti kristið fólk
og hann leitaðist við að fangelsa það og drepa það ef það var það sem þurfti. Svolítið eins og ISIS gerir í dag. Telja sig eiga að útrýma heiðingjónum, kristnum. Og þau fara og drepa og gera þetta og gera það í fullri sannfæringum að það sé það sem réttur. Og þessi náungi gerði nákvæmlega þetta. Og þar sem hann fór þá sló ótta á alla sem voru kristnir og þeir voru hræddir við hann og mjög eðlilega. Það myndi við vera líka. Og við reynum að setja okkur í þessi spor. Þetta er fólk á eftir þér og við sem kristinn. Þetta er fólk á eftir okkur sem bara raunverulega vill drepa okkur. Og þessi maður var þannig. En þegar hann var einn í slíkri ferð að þá birtist Jesús honum á mjög róttækan hátt og bara spyr og hann heyrir rödd sem hann spyr bara hvað ert að gera? Af hverju ofsækirðu mig? Ég Jesús. Og þetta verður til þess að hann verður að hugsa allt upp á nýtt, endurskoða líf sitt og hann iðrast og hann tekur á móti Jesú Kristi. Og við það breytist allt. Við það breytast allar forsendur hjá honum og hann klipptur af sinni rót og hann græddur við nýja rót sem Jesús Kristur. Og í stað þess að ofsækja að þá lagði hann það sem eftir var að lífi sínu í að bera út fagnaðarboðskapinn Jesú Krist. Og í stað þess að hata fór hann að elska og meta aðra meira en sjálfan sig. Þið hafið örugglega heyrt þennan mann. Hann heitir Páll. Hann var kallaður Sál áður. Og þessi maður skrifaði síðan meiri hlutan af Nýja testamentinu. Flestar bækur Nýja testamentisins eru eftir hann. Og hann skrifaði kafla sem mjög þekktur í 1. Korinthubréfi 13. kafli og ég ætla að lesa fyrstu orðin. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgóu og vissi allar leyndardóm og hefði allar þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ég ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brendur, en hefði ekki kærleika, þá væri ég engu bættari. Sami maður sem fór og drap og hyglust, grýtti fólk til dauða og lét sér að við líka. Hann skrifaði þetta. Vegna þess að hann var tengdur við nýja rót. Það komi nýjar forsendur í líf hans. Hann var tengdur við uppsprettu kærleikans sem Jesús Kristur. Og veit að það breytir öllu. Og saga Páls ekki einsdæmi. Í Galatabréfinu í 5. kafla þá lesum við afleiðingar þess þegar við tengjumst Jesú Kristi og erum tengd stofnunum og ávextirnir fara að koma fram í lífum okkar. Og það stendur frá versi 22, en ávextur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska og góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Jesú Kristi tengdir við hann, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn líf vort skulum við lifa í andanum. Amen. Þetta eru afleiðingar þess þegar við erum raunverulega tengd Jesú Kristi. Þá fara ávextirnir að koma fram í lífum okkar. Og saga Páls ekki einsdæmi. Ég alinn upp og lifi í umhverju þar sem ég alltaf að sjá fólk tengjast Jesú Kristi. Og ég sá fólk sem hefur ekki átt þessa ávexti, leið og tengist að þá byrjar eitthvað að gerast. Að þá byrjar eitthvað að breytast í lífið þeirra. Allt í einu fara þeir geta elskað upp á nýtt. Allt í einu geta þeir fara að láta sig þykja vænt fólk. Og það ekki bara eitthvað svona, það bara gerist, það verður svona eðlilegt. En forsendan svo að vera tengdur. Forsendan svo að hafa tengingu við Jesú Krist. Þá fyrir tilgangur okkar að koma í ljós. Svo tilgangur sem Guð hefur fyrir okkur. Og góðir ávextir að koma fram. En alveg svo við getum tengst Jesú, að þá getum við aftengst honum. Og það það sem svo erfitt.
Við getum aftengst stofninum. Við getum farið frá þessar uppsprettu sem Jesús Kristus. Og það tekur ekki einu svona sérlega langan tíma að gerast. Og allt í einu kannski fyrir við að upplifa það að þessi góðu hlutir, þessi góðu ávöxtir sem við könnuðust við og voru farin að koma fram hjá okkur, allt í einu hættar að vera svo áberandi lífum okkar. Allt í einu fækkar þeim og aðrir hlutir fara að koma í ljós. Og þá munum við eftir því að við erum farin að aftengjast Jesú. Þið veitum, við getum verið kristin. Við getum komið í kirkju. Við getum gert allt þetta góða. Við getum gert góð verk og allt það. En án þess að vera tengd við stofnin, án þess að vera tengd við uppsprettuna, getum við ekki borið ávöxtinn. Við getum það ekki. Við verðum að tengjast Jesú Kristi. Það verður að vera raunverulegt samband þarna á milli. Það verður að vera líf frá honum sem streymir í gegnum okkur. Við verðum að vera tengd við vínviðin til þess að ávöxtinni komi fram. Jesús talar um 2 tegundar greinum. Greinar sem bera ávöxt og þær sem gera það ekki. Hver er munurinn? Hver er aðferðin til þess að bera ávöxt? Hvernig getum við borið ávöxt sem grein? Stendur í 4. versinu, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki, hún getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þeir ekki heldur borið ávöxt, nema þeir séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gerst. Amen. Þetta er lykilatriði, þetta er grundvallaratriði í göngu okkar sem kristið fólk. Það er svo auðvelt að fjarlægast Jesú. Það er svo auðvelt að verða of upptekinn til þess að gefa sér tíma með honum. Við getum orðið svo vön öllu þessu góða sem við erum að gera, öllu þessu góða samfélagi sem við eigum, sem er hluti af þessu öllu. En grunnurinn er alltaf Jesús Kristur. Eina leiðin til þess að þóknast Guði og til þess að bera sannan ávöxt er að eiga samfélag við Jesú Krist. Það er eina leiðin. Það getur ekkert annað komið í staðinn fyrir það. Það geta engin góð verk eða neitt annað komið í staðinn fyrir það. Og við verðum alltaf að fara aftur á þann stað. Samfélagi við Jesú. Við getum ekki farið í neinar krókaleiðir. Við getum ekki skipti út fyrir neitt annað en að fara bara hnén og eiga samfélagi við Jesú. Það er algjör lykill. Og við megum ekki fara í þá greiði að ætla sjálf að framleiða góða ávöxt að lífum okkar. Og það er hrikalegt að byrja kristnu gönguna á því að kynnast Jesú og tengjast honum og ávöxtinni fara að koma fram. En endana í streði við að reyna sjálfur að framleiða þessa ávöxti með góðum verkum. Uppsprettan er Jesús Kristus. Án hans getum við ekkert gerst. Og ég held að við veitum öll hvað við erum að tala um. Er það ekki? Ég held að við könnumst meira sér flest við þetta. Við sem hefur gengið í eitthvað tíma með Guði, við þekkjum þetta. Við þekkjum þessa tilfinningu þegar við erum algjörlega tengd honum. Hvað allt verður áreynslulaust þegar við eigum gleði drottins í lífum okkar. Hvar sem við fórum að þá opnuðust tækifæri að tala um trúna og einhvern veginn bara fór andinn og undan okkur og þetta var svo auðvelt, svo áreynslulaust að tala um trúna á Jesú Krist og vorum svo algjörlega ófeimin við það vegna þess að það gerðist bara, vegna þess að ávöxtinni voru ríkir í lífum okkar og það var svo auðvelt að elska fólk og það gerðist bara sjálfu sér og við sáum bara ekki gallana í lífum fólks, þið vitið. Þetta er svona hluti af ávöxtunum og freistingar, það bara átti ekki séns. Það bara var svo vatn og gæs, bara fjall af. Vegna þess að við áttum andag drottins í lífum okkar, vegna þess að við vorum tengd við vínviðinn, vegna þess að hann var andi Guð starfaði í lífum okkar. Þetta átti bara engan aðgang að okkur.
Já, þið vitið hvað ég er að tala um. Þarna þurfum að vera. Á þessum stað getum við dvalið. Þar sem við erum tengd anda Guðs. Þar sem hann starfar í lífum okkar. Þar sem við erum bara á öðru leveli með honum. Þar sem við erum ekki að reyna þetta sjálf, heldur þar sem þetta fæðist eðlilega í lífum okkar. Og það gerist þegar við erum tengd vínviðunum og það er alltaf okkar val hvar við erum, hvort við erum tengd eða ekki. Síðan er það klippingin, það er aðeins talað um hana. Að klippa greinar af. Hverja þá grein sem ber ekki ávöxt sníður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Það er eitt af því erfiða við að eiga vínvið. Og mér fannst það svo erfitt fyrst að þurfa að klippa þessar fallegu greinar. Hvað er það? Af hverju má þetta ekki bara vaksa? Ég vil að hlutinni vaksi, ég vil ekki klippa það niður. En ég komst fljótt að því að ef ég ætlaði að sjá einhvern ávöxt á trjánum mínum, þá þurfti ég að vera duglegur að klippa. Og ég þurfti að klippa burt þær greinar sem voru ekki að bera ávöxt. Og allt fram yfir 3. eða 4. blað á greinum þurfti ég bara að klippa í burtu. Þannig að ef ég myndi ekki klippa það í burtu, myndi það vaksa svo mikið, og þetta vex mjög hratt, þá myndi það vaksa svo mikið að það myndi skyggja á annan ávöxt sem að var að koma fram. Þannig að allt sumarið er ég að klippa greinar. Allt sumarið. Og haustinn og veturnar klippi ég stórar greinar af. Ég er farin að venjast í núna, en það sem það var erfitt að klippa burt þessar fallegu greinar í byrjun. Guð vill fá að eiga við þau svið í lífum okkar sem eru ekki að bera ávöxt. Hann þarf að fá að klippa og hann þarf að fá að hreinsa til þar sem ávöxtur fær ekki að koma fram í lífi okkar. Ef hann fær ekki að klippa, ef hann fær ekki að hreinsa, þá mun það skyggja á þann góða ávöxt sem hann vill gefa í lífum okkar. Ertu að leyfa Guð að klippa til þess að það sé hægt þarf auðmýkt og það þarf fúsleika. Og það þarf að segja, Drottinn, hér er ég, gerðu það sem þú vilt í lífi mínu. Fjarlægðu þá bresti sem að ég hef, sem að er að skemma fyrir mér. Það sem er að varpa skugga á þann ávöxt sem þú vilt koma fram með í lífi mínu. Í versi 1 stendur, ég er einn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Og það er vínyrkinn sem kemur og hann klippir til. Og við þurfum að leyfa vínyrkjunum að koma og klippa burt það sem ekki ber ávöxt í lífum okkar. Það getur verið alls konar skapgerðarbrestir, það getur verið þættir eins og við höfum bara einfaldlega of mikið traust á sjálfum okkur en ekki á Guði. Það getur verið alls konar hlutir og það getur verið mjög erfitt að klippa burtu greinar í lífum okkar sem við höfum haft í langan tíma. Það er kannski ber engan ávöxt en það eru samt þarna. Við höfum haft þar lengi og við erum orðin vön þeim. En Drottinn hann vill fá að koma og segja, nú er bara komin tími. Nú þarf ég bara að fá að klippa á svo annað getur fengið að vaksa fram í staðinn. Erum við tilbúin í það? Við þurfum að vera tilbúin í það til þess að ávöxtur fá að koma fram í lífum okkar. Og kannski er synd í lífiðinu sem að Drottinn hefur ekki fengið að klippa í burtu. Þú hefur ekki viljað gefa upp og þú er kannski orðið vanur að hafa hann. Og mér langar að segja að Drottinn hann er náðaríkur. Og þú veist, oft kom ekki afleiðingarnar alveg strax fram þegar synd er í lífum okkur vegna þess að hann gefur okkur svona náðartíma. En ef við gerum ekkert að þá munu aðrir ávextir ekki geta vaxið og það mun hindra allan vöxt í lífum okkar. Og við skiljum ekki hvað er að gerast og það er eitthvað að deyja innra með okkur. Guð er náðaríkur, en það er alltaf tími þar sem við verðum að gera upp og þar sem við verðum að hreinsa til áður en illa fer. Þannig að hvar ert þú staddur í dag? Það eru nokkra möguleikar. Kannski ertu tengdur og allt er í góðu í þínu lífi og ávextin er bara að flæða fram og fólk bara tínir af og allir sjá það. Og vonandi erum við þar sem flest. En ég ræddur að mörg okkar sé ekki kannski þar. Kannski ertu á þeim stað að þú varst tengdur
og þú finnur hvernig það hefur verið að fjara út og þú finnur að þú ert að reyna að vera kristinn án Krists. Þú ert að reyna að uppfylla eitthvað hlutverk án þess að vera tengdur honum. Fyrir þig vil ég segja að það komið tími til að koma tilbaka til hans. Það komið tími til að tengjast honum aftur. Ekki reyna þetta lengur. Tengdu þið bara við hann og þá mun allt hitt flæða eðlilega fram. Kannski ertu hér og þú hefur aldrei átt þessa tengingu. Allt þitt líf hefur verið streð við að reyna að vera betri einstaklingur. Og þú veist að þú getur ekki haldið áfram lífsgöngunni nema að gefast Jesú Kristi. Og fyrir þig vil ég segja, í dag er tíminn. Í dag er dagurinn til þess að gera upp þín mál við Jesú Krist. Í dag er dagurinn til þess að koma til hans og tengjast vínviðinum. Að fá nýjar forsendur fyrir lífið þitt. Að fá þessa uppsprettu kærleikans og gleðinar og friðarins inn í lífið þitt. Þannig að þú fáir að bera góðan ávöxt hvar sem þú kemur. Og kannski ertu þar að þú þarft að leyfa Guð að klippa til. Þú þarft að leyfa honum að fjarlæga greinar sem eru búin að vera alltof lengi á þess að bera ávöxt. Og það eru farin að skeggja á aðra hluti í lífiðinu. Og þú veist að þurfa að fara. Það er komin tími. Slepptu tökunum. Leyfðu honum að taka þessar greinar. Leyfðu honum að klippa á svo þú fáir að blómstra í því sem að hann hefur fyrir þig. Í dag er þitt tækifæri til þess að koma málunum á hreint. Tengjast Jesú og segja, Guð, gera það sem þú vilt. Verða ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Og við þurfum að játa frammi fyrir Guði og segja, ég get ekki borið ávöxt nema ég segi þér. Og við þurfum að sætta okkur við það að án hans getum við ekki neitt. En í honum hefur verið allt sem við þurfum. Við skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir hver þú ert, Jesús minn. Ég þakka þér fyrir að þú ert þinn sanni vínviður. Og við fáum þessu forréttindi að vera greinar sem að tengjast vínviðinu, Drottinn minn. Og Faðir, við bara þráum að vera tengd þér. Faðir, við þráum að sá ávöxtur sem að þú vilt að komi fram í lífum okkar mætti koma fram. Faðir, viltu gefa við mættum tengjast þér, við mættum ganga með Kristi. Við mættum fá að vera Kristin með Kristi en ekki ein og sér, Drottinn minn. Og Faðir, núna þá byrðis og gefur okkur þá auðmýkt til þess að iðrast ef við þurfum að iðrast. Að koma aftur til þín ef við þurfum að koma aftur til þín, Drottinn minn. Og líma okkur við þig, Drottinn, fest okkur við þig. Þannig að við fáum að bera raunverulegan ávöxt í lífum okkar. Og gefðu okkur náð til þess að leyfa þér að klippa, Jesús minn. Og ég byrði svo núna minnir okkur á hluti í lífum okkar. Hvort sem það er synd eða hugarfar eða einhverju hlutir sem við erum að gera sem að er ekki lengur að bera ávöxt eða hafa aldrei borið ávöxt. Faðir, við viljum leyfa þér að klippa núna. Hreinsa til. Gefa rými svo sól þín geti skinið á okkur og við fáum að bera raunverulega ávöxt, Drottinn minn. Takk fyrir að þú elskar okkur. Þú vilt okkur alltaf besta. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og ég ætla að biðja lofgjörun að koma hérna upp. Ef þú ert á þeim stað, þú veist að þú þarft að gera eitthvað, þú þarft að bregðast við því sem ég var að segja, að þá langar okkur svo að fá að biðja með þér. Það langar okkur að fá að hjálpa þér og biðja með þér í næsta skref á þinni göngu. Og þið getur komið hérna fram í hliðarsalnum og þar vera fyrirbiðendur sem biðja með þér og blessa þig. En fyrst og fremst þurfum að velja að vera tengd í Jesú Kristi, að ganga með honum og láta ekkert koma í veg fyrir það. Amen. Skulum standa á fætur og endum með lofgjörð og tilbeiðslu til Drottins áður en að við njótum síðan samfélags hérna niðri. Jesús, Jesús, lífinu umbreytir þú, heitir kórinn sem við syngjum.
þakka þér fyrir að við fáum að fela okkur í þínar hendur. Þakka þér fyrir Drottinn þessa nýju viku, fyrir þau tækifæri Drottinn sem hver nýr dagur hefur búið að bjóða. Og nú býð ég Drottinn fyrir einum og sérhverjum sem að hér eða sem hefur verið með okkur á samkominni gegnum útsendinguna Drottinn. Ég bið þig að mæta Drottinn, ég bið þig að uppörva, ég bið þig að blessa Drottinn á allan þann hátt sem að við höfum þörf fyrir. Og við göngum inn í þessa nýju viku Drottinn, með þessa von og þessa löngun Drottinn minna, að þú fáir að verka í lífi okkar Drottinn, að við mögum vera þín útrétt hendi Drottinn til þeirra sem að þurfa á uppörfun eða hvatningu eða kærleika þínum að halda. Drottinn, vilt þú blessa kirkjuna Drottinn þegar hún fer út og verður og endurspegla þig og þinn kærleika Drottinn. Þannig bið ég að við megum vera Drottinn, þessi grein sem er tengd og ber góðan ávöxt Drottinn minn. Þannig viljum við ganga út frá þessari stundi í dag, í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir samveruna í dag. Hér niðri er samfélag og ég minni á bara næstu helgi, það er Amishelgi í Kotinu og sálmakvöld hérna upp í þessum sal klukkan 8. Við skulum njóta og vera með. Takk fyrir samveruna í dag. Amen. Það er komið að lokum samkomunar frá Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgst með okkur. Jesús sagði, ef þið eruð í mér, þá verð ég í ykkur. Og Jesús er andi. Hann reis upp frá dauðum og hann hefur sendt okkur anda sinn. Og sá andi vill fá að búa í hjörtum okkar, vill fá að leiðbeina okkur og hjálpa okkur í gegnum lífið, gefa okkur frið þegar það er ófriður allt í kringum okkur og vill bara hjálpa okkur til þess að lifa sigrandi lífi, að við eigum sigur yfir öllum kringumstæðum hvað sem á vegi okkar verður. Það er áætlun Guðs með þig og ég hvet þig til þess að leyfa honum að komast að í hjarta þínu. Leyfa honum að tala til þín, hann elskar þig, hann er áætlun með þig á hvaða aldri sem þú ert, ungur eða gamall, í fullri vinnu eða yngri vinnu, hann hefur áætlun með þig og hann hefur þörf fyrir þig á þessari jörð. Við skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú er áætlun með okkur eitt og sérhvert. Nú bið ég fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta á þessa útsendingu. Ég bið Drottinn minn að hvert og eitt okkar megi fá að finna þá áætlun sem þú hefur með okkur. Leitt okkur eftir þínu vilja inn í þær kringumstæður sem þú er kallað okkur til og hjálpað okkur bara að vera á réttum stað og réttum tíma. Gefðu okkur visku, talaðu til hjart okkar, gefðu okkur skynsemi til þess að gera það sem rétt er og ég bið sérstaklega fyrir þeim sem þekkja þig ekki og hafa aldrei boðið þér inn í hjarta sitt. Ég bið þig Drottina í dag að þá opnir þú hjarta þeirra fyrir þér. Ég bið Jesús að þú komir inn í hjarta þeirra sem eru að fylgjast með okkur og gefur að þeim megi finna þann tilgang sem þú hefur með líf þeirra. Í Jesú nafni. Amen. Jesús hefur áætlun með líf þitt og það er ástæðan fyrir því að ég er hér og að við rekum þessa kirkju. Við höfum öll fundið þá áætlun sem Guð hefur með líf okkar, en það að hafa einu sinni ratað inn á þennan veg, það gerir okkur kannski ekki safe fyrir lífstíð eins og við segjum stundum. Við þurfum á hverjum tíma, hverjum degi að vera vissum að við séum á réttum stað og það er kannski hægara sagt en gert, en Guð elskar okkur og hann er alltaf tilbúin til þess að heyra bænir okkar. Þannig að talaðu við hann í dag, leitaðu þeirrar áætlunar sem hann hefur með líf þitt, vegna þess að það er leiðin til lífshamingju, ég er að segja þér það. Og við verðum aftur hérna með samkomu næsta sunnudag klukkan 11. Ef þú getur ekki komið, segðu þá endilega öðrum frá, bjóddu þeim að horfa á samkomuna með þér að hlusta á hana og eigðu samfélag við viniðina vegna þess að samfélagið er svo dýrmætt. Við kveðjum frá Fíladelfíu í dag, sjáumst næsta sunnudag. Bless, bless.